Já, Já. komið þessar á blessu, kæra vikingar. Við lentum í smá tæknilegum örðugum í byrjun. Vorum að slást ég og leikarinn aðganginn að myndavélinni, en það reiðst endanum. En því miður þá eru 2 mínútur búnar og mér sýnist Róbert Orri þurfa að fara út af strax með ykkur meiðsli. Ég sá ekki alveg hvað gerast þetta. Nei, ekki heldur. En þetta var fúlt ef þetta er raunin. Ekki byrjunin sem við vildum sjá. Nei, ekki alveg. En hérna, já. Það er skipting eftir örfá mínútur og hver ætli kom inn á? Sjá, Róbert búinn að vera hérna í 3 manna vörn. Ætli það verði Kalli eða Viktor Örlög sem komi inn í þessa stöðu. Sveinn Gísli mögulega. Sjáum hvað Sölvi Geir gerir í þessari stöðu. Leikurinn er farin að rúlla aftur á stað. Það var búin að vera fínar aðstæður hérna á vellinum svona þangað til 5 mínútur fyrir leik. Þá kom hressileg snjókoma sem betur fer stóð það aðeins yfir í 2 mínútur. En já, ég kannski rúlla yfir hérna byrjunarliðin. Það er hjá Víkingum í markinu Ingvar Jónsson. Svo kemur Peter Oliver Ekroth, Ellingur Ragnarsson, Helgi Guðjónsson, Daniel Hafsteinsson, Róbert Orri sem er núna farinn af velli því miður, Ari Sigurpálsson, Tarík, Aron Elís, Davíð Örn og Valdimar Þór. Á bekknum eru Pálmi Rafn, Sveinn Gísli, Viktor Örlaugur, Daniel Dejan Djuric, Karl Friðleifur, Nikolaj Hansen og Stígur Diljan. Sjáum hérna Ara. Oliver, Tarík. Já, reynir að finna Helga hérna vinstri megin. Það tekst. Helgi með Ara hérna. Kemur hann upp í hornið. Já, Ari fyrir hérna laglega fram í HK og góða fyrirgjöf en HK koma þessu frá og innkast sem að Víkingur eiga. Tilbúin í skiptingu. Já, það er Sveinn Gísli sem að kemur inn á hér fyrir Róbert Orra. Já, þetta er ekki byrjunin sem við vildum en hérna Nei. leðilt líka þenni var eitthvað tæpur, ég vonandi sé ekki sama. Já. Nárin víst eitthvað stríðunum. En Sveinn Gísli fær hérna skemmtilegar mínútur. Já. Hann lætur þær telja. Heldur betur þess að séu Matthías Vilhjálmsson mættur hérna í stúkuna eins og fjölmargir aðrir Víkingar. Já. Hvað gerir það ekki Danni? Hafsteinsson í hornið. Sýnist það. Já, það er alvöru spyrna. Það er langur á fjær og Bíddu, þetta er ekki búið Davíð Örn Atlason, hann hefur nú skorað þarna. Já. Þó að það ekki sést í útsendingunni síðast. Og þú bolti fyrir og frábærskallið hann yfir. Já. Það mátti engu munna. Var það ekki Aron Elís þarna sem að skallaði yfir? Gott ef ekki. Þetta var rúlega yfir byrjunliðið hjá HK. Það er í markinu Ólafur Örn Ásgeirsson. Svo koma Aron Kristófer, Haukur Leifur, Arþór Ari, Brynjar Snær, Atli Arnarsson og okkar gamli góði aukaspyrnu Ívar, númer 21. Svo er Dagur Ingi og Rúrik Gunnarsson, Tumi Þorvarsson og Karl Ágúst Karlsson. Já, Hermann er náttúrulega þjálfað á. Já. Hann var hersinn í húsi áðan. Það er aldrei leiðilt að vera í kringum hann gaur, held ég. Nei. En já, öllurinn sleipur. Það eru verið aðstæður hérna á HK vinna boltan hérna fyrir utan tegin og eru að reyna að skapa hættu en sem betur fer gekk það ekki, Ingvar með langa fram. Svona með við aðstæðurnir í kvöld þá ættum við að vera betur undirbúinir fyrir þær en að æfa HK-angar inni. Já. Spila inni. En hérna, völlurinn var stórglæsilegur, svona 8 sekúndum fyrir útsendinguna. Já, snjóaði í smá stund sem betur fer búið því að við hefðum ekki getað lýst hvað hefði verið að gerast þarna hinum megin á vellinum. Einmitt. Óli verður yfir á Ara sem að fær smá tíma hérna. Valdimar í hlaupinu, sér Ariða. Nei. Helgi. Vel að finna Helga Guðjónsson.
Já, liðið fyrir út á þriðjudaginn, þetta er ekki kannski að við vildum sjá, við viljum ekki sjá okkur að fara í fleiri meðarstinn í dag. Nei. Tarik. Davíð. Oliver. Gaman að segja að það eru blaðamenn hinum eina, við fáum aðstóð eftir, við sjáum ekki hver markaskorarnir voru. Já. Og hérna sýnst þeir verða á vaktinni. Já, frábær sending hérna í gegn. Aron Elís og Valdimar. Gaman að sjá hann komin í sitt besta form. Já. Mikilvægur leikmaður fyrir okkur Víkinga. Mistum hann svolítið út í fyrra. Hann var svona pínu á hælunum, það var erfitt. Hann fekk einhvern hnémeiðsli þarna í Evrópuleikjunum. Já. Var það með einhverja umbúðir á móti Lask, sko. Það var bara, ég skildi ekki hvernig hann kláraði leikinn, sko. Laskaður. Hann var nefnilega hálflaskaður, sko. Eins og það var frábær í fyrri Algjörlega tímabilsins. Það var bara ótrúlega gaman að sjá hann hvernig hann smellpassaði inn í þetta lið. Oliver finnur hann Davíð sem að þeir eru þrír saman aftast, Davíð, Oliver og Sveinn Gísli. Eða Gilli eins og við köllum hann í það. Já. Já, boltinn fara að ganga hann á mann á milli en Hákáingar pressa okkur ofarlega. Þetta er búið að ganga vel fyrir önnur liði eins og mótum hingað til. Nema F-fangarnir, það gekk nú ekki vel í þeim hérna í hamingjunni. Frábær bolti þarna á Ara sem gerir frábærlega en það var hann vakandi maður. Já. Gat hann ekki verið aðeins sofandi þarna? Þetta er leiðilegur. Já. Leiðileg stælar þarna. Ekkert gefins hérna. Nei, ég held að séu fálið sem Hermann Hreiðarsson kemur nálægt sem eitthvað er gefins. Það er alveg á hreinu. Já, góð bolti þarna Valda. Hann er stendur þetta sér. Ótrúlega gott jafnvægi, drengurinn. Frábær móttaka. Davíð. Gaman að sjá Davíð þessum ham. Já, geggjur sending fyrir. Og Aron. Aron, hann skuldar okkur skallamark bara. Það er komið 2 áleitli færi hérna. Já, vanalega sér maður hann afgreiða skalla bara beint í netið. Algjörlega, Danni hérna og það er kaldir maður. Þetta er af sem áður var inn í Víkinni þegar boltanum var lúðraði kantinn. Já. Breytti tímar. Þetta er bara allstaðar svona. Við erum að horfa á þetta í lengjudeild kvenna og bara allstaðar. Bara fótboltinn er búinn að batna alveg svakalega. Já, frábærlega vel spilað Helgi með sendingu fyrir. Koma þessi frá. Já, við nefndir hérna aukaspyrnu Ívar áðan. Já. Hann var nú hérna kannski svona ekki endilega í myrkum miðaldunum en það var ekkert eitthvað svakalega gaman. Nei. Það var leinivopnið okkar á tímabilið. Það var fá aukaspyrnu fyrir utan og fáránlega gott nickname, aukaspyrnu Ívar. Það er geðveikt. Ég var ekki kallað það, sko. Nei. Það er á hreinu. Ingvar Jónsson róður aðeins niður. Við höfum vel ekki spilað með eiginlegan frammerja í dag, þannig að við höfum gert það svolítið. Daniel er alltaf, þetta er frábært. Djúvilega gaman að fá svona gaurinn á miðjunni maður. Og hrifnir á honum í síðasta leik á móti Leikni, var það ekki? Það var að Fjölni, Leikni síðast. Hér, já. Hann er búinn að koma líka mjög vel inn í þetta. Já, maður sá strax í fyrstu leikjunum í Reykjavíkurmótinu sem hann spilaði. Það var toppleikmaður. Já, ég er ánægður með þessa sendingu norðan. Hann er eitthvað að fengja hérna hnjask líka, við skulum vona það sé nú ekki að bætast á listan hjá okkur. Já. Það endar eins og Tottenham. Já. Og talandi það, við þurfum að vera góðir hvort annan í kvöld. Já. Heyrðu, Aron rífur hann á hann og Elli. Nei, Erlingur. Það er Erlingur Agnarsson. Gamla handboltamarkarslána. Hvað er hér á seiði? Já, Ólafur Erni. Þetta átti náttúrulega bara að vera 1-0 og ekkert annað. Þetta er náttúrulega algjörlega galið, sko. Galið, segir skrifa. Þetta enda sér mark. Já, Ólafur gerir vel þarna Tumi að harðaspretti. Við ætlum að prófa þetta í kvöldgerð á hann. Við erum konum með svona að testa hérna. Við getum mögulega sýnt okkur aftur mörkin í endursýningu. Já. Ef að ég klúrði það ekki, sko. Og ef að snúrum bara núna, setja inn það núna sem Elli var að gera. Já. Það er ekkert að gerast akkurat um leiknum. Nei. Nú bara fer það í gang. Sjáum við bara hvort það virki. Það er nefnilega svolítið skemmtilegt hvernig tæknin er orðin í dag, sko. Ég ætla að fylgjast með leiknum á meðan. Já, ég mæli með því. Og það er eitthvað að gera það. Já, Helgi ætlar að finna þarna Sverri Geirdal í stúkunni. Já. Það gekk ekki. Þetta er kallað líka Macron-slagurinn. Já. Þessi leikur. Geggjaðar uppbytunartreyjur hjá HK sem eru eins og
held ég þriðja markmannstreyja. Ég held þessi sko átti að vera fyrsta treyjan sko. Já, hún er En sjúk. það var ekki samþykkt. Eins og Ingvar Jónsson sagði, það má aldrei hafa gaman lengur. Nei, Og en hún er hún er svona eins og okkur svona graffíti-veggur sko. já. Ríkilega flott. Ég veist reynda þessi HK-treyja að vera líka mjög skemmtileg. Já, þetta er svona Sampdoria. stílhreint. Já, Sampdoria, maður vill þá sjá sko Fiorentina ruglaði saman. Maður vill sjá Nintendo-ölsugunni og Fiorentina. Þá er alveg nostalgía mætt sko. En nóg það. Leikunum svona í ágætis jafnvægi reyndar hjá okkur. Þetta er nú ekki að sjá að hvort liðið er Dómari bara aukaspyrna og ekkert Nei, hann dæmdi bara, hann ætlaði að dæma innkast í nýrverðin sko. Innurverðin var að horfa á eitthvað allt annað. En eins og við höfum sagt í þessum leiki Máðabergi, það er ekki eins og maður sjáu á þessum liðum sem erum að spila við að þetta sé eitthvað playoff í sambartildinu og núna lengjudeild sko. Lengi byggar, já, einmitt. Nei sko, þeir eru í lengjudildinni Já, þeir eru lengi, það er rétt, þeir eru lengi til. Þannig að það er alveg ánægilegt að sjá þetta. Já, einmitt. Davíð og Ingvar sem komin í smá klemmu en leysir úr þessu. Já. Svolítið þröngt þarna. Ákvæm gerir þetta vel. Það eru bara að spila mjög vel hérna. Allt Víkingsliðið komið hérna til að verjast. Nei, hérna. Það var afturrendaskot. Vorum ekkert svo illt í þessu. Þetta er gott select. Nei, þetta er enda sambandseldabolti. Já, Dagur Ingi frusaði þarna í alla, sýndist mér. Þökkum sambandseldinni fyrir það að lána okkur þessa skemmtilegu rauðu bolta. Já. Sem voru notaðir nákvæmlega 0 sinnum í leikjunum okkar í deildakeppninni. Einmitt. En hann nýst okkur vel hérna í Lengjubikar og Reykjavíkurmótinu. Sást þetta? Já. Shit, sko. Sveinn Gísli er ekki úr, þetta er ekki kjöt, þetta eru vöðvar þarna, sko. Flestir hefðu nú flogið undan þessu. Já. Stóð þarna á öðrum fæti og stóð þetta af sér. Já, aggressífur, þetta er Sveinn Gísli sem við þekkjum og elskum. Mætti hérna vera að loka og senda hann beinustu leið út á hliðarlínuna. Já. Fallegt. Nei, þarna er eitthvað misskilningur. Þarna var þetta ekki Aukaspyrna Ívar sem sendi þarna á gamlan samherja. Hann hefur ruglast á búningum. Þeir hefur alltaf voru reyndar ekki svona lítið þegar hann var að spila. Nei, það var aðeins rauðari. Já, svo verður streglan þannig, þeir eru annað ofsvartir og ofrauðir, hef ég heyrt. Já. Já, aðdáendum. Þessi búningur hefur náttúrulega slegið algjörlega í gegn. Já. Já, mjög vel hefnaður. Oliver, ágætis hugmynd þarna á Davíð sem hættir ekki. Sveinn Gísli slagur á þessu. Já. Ólafur líka alveg pollrólegur þarna að losa boltan fram. Já, hann er voðalega rólegur í fótunum þessi. Hann getur stressað sig á þessu. Það kveikjum hérna á híturunum á myndavélunum. Já. Það er strax kominn. Hann er í gangi hítarinn. Getur staðfest það. Já. Komið smá móð á kameruna. Var einhver framkvæmdastjóri að kvarta eða? Nei, það er enginn að kvarta. Og hann kvartar aldrei. Nei. Valdimar, geggjað. Þetta var suppulegt en fallegt. Hvað kemur Finnur Helga, þarna vantaði Ara með. Þetta var virkilega vel gert þarna hjá Valdimar sem er teknískum eindæmum. Og bara sjá þetta aftur held ég að það sé bara mjög eðlilegt. Nauðsynlegt, sko. Skemmtileg tækni þarna hjá honum, Valdimar. Já. Dómarinn eitthvað að ræða hérna við leikmenn. Já, hann útskýra reglunar. Hann er náttúrulega nú nýja reglur. Já. Bannað að tuða. Það er Meira að segja þannig heyrði ég að markmaðurinn má ekki tuða. Nei, sko, ef markmaðurinn er fyrirliði. Já, það má hann ekki tuða heldur. Nú? Nei. En þá þarf að tilnefna útileikmann. Þetta er svolítið skrítin regla, finnst mér, því að þú veist, með markmann sem fyrirliði. Já, þetta er spes samt, sko. Þú veist, þú ert með fyrirliði á ástæðu, sko. En Valdimar, hún er alveg saman með þetta. Já. Aron Elís. Þarna hefði mátt sjá hann bara syngja í netinu. Aron mátt skjóta í leyfið þeirra. Tarek finnur Helga. Við höfum alltaf kallað eftir þessu hérna í útsendingunum. Við höfum ekki skorað mark fyrir utan teig svona tíma. Má skjóta fyrir utan teig. Má skjóta fyrir utan teig og hérna við hvetjum til þess. Það var ekkert verið að breyta þeim reglum.
Nei, nú erum einn á bekknum sem að hefur nú svo sem skoraði utan teiks, Daniel Dejan Djuric. Já. Úlfur, þetta er ágætlega að spila þarna. Daniel, hann er Já. mjög mikið gaman að sjá hann að mann í Já. Víkingsbúning. Virkilega ánægilegt. Já, erum að færa boltan ágætlega milli núna. Og heldur betur núna. Já, Frábær sending. Helgi hérna vinstra megin. Þetta Ara með sér hérna, en þetta er of seint. Já. Það var lesið og leist. Það leysa ágætlega úr svona aftast ákvæmenn. Já, vel spilað hjá þeim. Það ná ekki að losa pressuna samt. En þeir eru rólegir. Valdimar gerir þetta tvisvar í röð, þetta tricks að ná. Þetta er Já. Ég held að dómarinn hafi sagt ef þú gerir þetta einu svona að það var spjald. En það er reglunum núna, bannað að fagna og eitthvað svona dót líka. Já, ok. Það er bara í Bretlandi, eða ekki? Ég held það. Það er enginn að fara úr treyjunni núna. Nei, jú, kannski. Matti er ekki í Já. hóp, þannig að það er ólíklegt. Líklegastur. Hann er langlíklegastur í það, sko. Já, Davíð. Það er vel spilað. Bara býð eftir opnunni. Ari. Já, frábært. Já. Fer hann aftur svo Tarik. Ah, Ítt þarna í hennum leið. já, en Tarik, þetta var fullorðins. Nýtur sín vel hérna í snjónum. Hann er ekki þættur. Nei. Hann mætti ansi glaður hérna fyrir leik. Það var svona góð orka í kringum hann. Já. Og flestaði liðin í dag, það var bara stemming í hópnum. Og leiðilt að setja með Róbert, húnum að sé lægi með hann. Og það sé bara eitthvað svona, hvað segir maður? Smá kvef. Ídrasta varkárni notuð. Já. Já, hann kallaði þetta strax og hann lagðist niður bara skipting. Það er engin séns að þetta núna að vika í stórleik Víkings og Panathinaikos. Já. Sem eru leikinn við svipaðar aðstæður, skilst mér. Það er búið að skoða veðurspána vel. Já. Frábær bolti á Sveini Gísla þarna upp á Helga. Helgi næri sig á. Hann er ekki rángstæður. Ari og Valdimar. Aftur Helgi. Það er svolítið langur hérna, en Aron er mættur. Ekki farinn. Þetta var vel gert þarna. Já, Danni. frábærlega vel gert. Bittu, því lík markvarsla. Þetta var ótrúlega vel varið hjá. Við þurfum bara að sjá þetta strax aftur. Því lík varsla. Flott færi. Var það þarna með Einari? Varði með Einari Guðna. Sorry. Við minnum á mjúttakkan ef þið eru þreytt á okkur. Hvetjum ykkur til þess. Já. Hann er þarna á ástæði. Svala er að leita sínum heima hjá okkur en finnur hann ekki. Því miður fyrir hanna. En nú kemur Helgi Guðjónsson. Það var skemmtilegt spil þarna. Já. Í gegn. Það var eins og þetta hafi verið eitthvað æftíðanvel. Já, það var svona eins og bara handboltafinta og... Já. Boltinn skilinn eftir og Já. það var skemmtilegt. Sjáum hvað Helgi Guðjónsson gerir hérna. Já, hann á það til að eiga geggjaðar hotspinnur. Já, hann bara á það til að vera geggjaður gaur. Fyrir utan það. Frábær bolti. En komum svo frá Já. Þannig. en ekki margir sem hefði sagt að ég ruglaðist að ná smá svona á Sveini Gísla og Danna. Það er eitthvað svona sveita gen í þeim báðum greinilega. Hvað áttu því að Sveinn Gísli úr Breiðholtinu eða? Já, ég meina hann er ekki úr Reykjavík. Já, það ekki. Afsakið innilega Breiðhyltingar, ég er bara að grínast. Ekki kveiki í bílum mínum. Það er vel spilað. Davíð með boltan upp á Valdimar, nei. Aron leið setja vel þarna. Sveinn Gísli gerir það líka. Já. Hann koma vel inn í leikinn. Fikk ekki langa tíma til að koma sér í gang, en virðistur í takt við leikinn. Tarik og Valdi, Danni, svona brotið á Valda, en hann fær halda áfram. Horn er Ari, hann er rangstæður sennilega, en við erum hefnir. Hvað gerir dómari? Ekkert. Gerir ekkert og biður Valdimar bara afsökunar á þessu, Já. held ég. Já, Víkingur með öll völd á vellinum eins og stendur. Já, og Valdimar, þetta er hann er rangstæða. rangstæður, en hann klárar þetta vel fyrir spjaldur. gott. Nei, djók. Má ekki djóka lengur þetta. Þetta var klárað samt. Já. Og þá er hann búinn að finna markið.
Já, nú vitum við nákvæmlega hvað gerist næst þegar hann kemst í þessu stöðu. Það er, Skorar hann. hann skorar. Við erum ekki búin að standa okkur vel í meðaltalinu okkar í dag, Bjarki. Nei. Það er það vantar aðeins upp á það hjá okkur. Vantar 4,6. Ég held sem konur í 5 mörkin, sko. Já, ok. Stelpurnar hjálpuðu okkur heldur betur með það í Reykjavíkurmótinu. Þegar urður ekki aukamestrar. Heldur betur. Eins og frækt er orðið. Sjá hvað Helgi gerir hérna. Hann gerir þetta vel. Skýlir þessum út af. En ég heyrði svolítið skemmtilega pælingu á þessu. Mér finnst það svolítið skemmtileg hugmynd. Ég man ekki hvað sagði þetta að leikurinn átti bara að vera leikinn, skilur við, en átti bara að afhenda velunni fyrir leikinn. Já. Sleppur þetta var svona ruglandi með annarsættistótið. Þá var þetta bara geggjaður æfingarleikur. Já. En ég skil heldur ekki, þú veist, já, þið geta ekki unnið mótið, en þið þið geta fá annarsætt. meira lendi öðru sætt. Heyrðu, frábælega vel gert. Vá. Þannig vantar aðeins upp á þyngdina hérna á sendinguna. Valdimar hann er svona leikmann sem langar að hafa fjórinn á vellinum, sko. Og þetta vil ég sjá, fagna þessu. Að gera að reyna þetta. Við þetta hotspinnu HK-menn en aldrei, sagði Ingvar. Þetta var Atli Arnarsson sem átti þetta skot. Heitir annað hvað maður Atli þarna í svo liði? Já. Við fengum einn af þeim. Hann er því miður ekki með okkur í kvöld. Nei. Hann er náttúrulega eftir smávæli meðsli og er fer með okkur út samt, held ég, alveg örugglega. Já, ok. Heyrðu, útsala. Sveit Gísli mætir og lokar útsölunni. Já. Ekki meiri útsölu í kvöld. Uppselt. Það er eitthvað meiri meðsli þarna. Eitthvað nári. Það er smitandi. Þetta er ekki gott. Það var gaman að mættum æfingu í vikunni hjá strákunum og sáum þar Pablo nokkur Ocean Puniat var mættur í takaskóna. Ekki bara til að skokka. Hann er byrjað að sparka bolta? Já, hann er ekki í ykkur kontakti, hann er bara að taka átt í öllum svona uppspilsæfingum og reit og svona, þetta var magnað að sjá þetta, sko. Hann var brosandi eins og 5 ára krakki, sko. Djúvöldlega gaman að sjá þetta maður. Já. Hann mátti vart milli sjá hvort var glaðar að sjá þetta, ég eða hann, sko. Já, Haukur Leifur er staðan á fætur og áfram með leikinn, segir dómarinn. Það var bara eitthvað dæf. Já, það var hann sem átti sprettinn hérna. Já. Rúri Delap mættur hérna í innkast. Hemmi þekkir þetta vel úr sínum tíma í úrvalsdeildinni. Já. Það er þekkt tricks þarna frá Portsmouth. Ég var búinn að gleyma þessu, sko, þegar hann var í stókarnan hérna Delap. Ég sá eitthvað svona Premiership eitthvað moments eitthvað á Sky daginn. Þetta var bara alvörunni proper, þetta var hann alltaf 6 stóðsendingar eitt tímabili úr sem rugl, sko. Galið, sko. Þetta er Já, Helgi bjóst ekki við þessu og ég skil hann vel. Þarna var HK-sóknin aggressív. Já, pressuðu vel þarna. Gott að Ingvar baðst ekki bara afsökunar þarna. Rétti sáttarhönd fram. Já. Glæni að rýna tanska. Hvað var þeim Royce? Er það ennþá til eða? Ég hef ekkert, kannski séð á einhverju bensinstöðu. Ok, heyrðu. Þarna Sveit Gísli og hann ég nefnilega, sko, ég er sennilega topp 3 aðdáðandi Sveins Gísla í Víkinni og vil sjá hann spila meira. Hann er ungur og átt að læra helling en hann er alveg ríkalega efnilegur. Já, og ríkalega sterkur. Ríkalega sterkur, það er nefnilega mál, hann er svona X-faktor, sko. Allt í sem tók eitthvað markið í fyrir móti FH, bara sprengdi upp allt og bara bombar honum inn, einfalt. Ingvar í ykkur sólu á og það er flautað á þarna Vilhjálmur Alvar sá að þetta var klárt brot. Tók Ingvar nettan þorsk. Við kunnum að meta það. Kunnum að meta góðan þorsk hérna í Víkinni. Komum svolítið ekki að fara yfir það en dómari leiksins Vilhjálmur Alvar Þórarinsson, aðstoðardómari Gylfi Már Sigurðsson og aðstoðardómari 2 Ronnarong. Já, Vilhjálmur hefur ekki látið sjá sig hérna síðan í Blikaleiknum. Nei. Kannski bara gott að það hafi ekki verið. Já. Nei, ég er að djóka. Vel gert þarna hjá HK og biðjum Gunnar Magnús að loka hurðinni, það er kalt niðrinni. Tarík og Ari er búinn að sprækur framan að leik. Við þurfum að fá bolta meiri lappirnar á honum. Já, frábærlega gert þarna finnur Aron sem er fyrirliði í dag í fjarveru Viktors og Nikolaj Hansen sem eru báðir varamann á bekknum.
Harík, hann getur brugðið sér í alla kveikindalíki, getur spilað hvað sem er á vellinu nema, ég er svona helst ekki í markinu, hef ég heyrt. Já, var það? Já, svona helst ekki. Hann ekkert rosa hrifinn af því. Skemmtilegt. Danni og Sveinn Gísli hérna. Ekki vera fyrir. Sem við fílaði Sveinn Gísla er að hann tekur þessar dangerous framsendingar svona áfram. Danni, Já, vel gert, Aron. Davíð galopinn. Það vissi Aron. Danni, Sveinn Gísli úti, það fær ekki boltan Valdimar. Það er brotið á Valdimar dómari, þarna, nú fáum við aukaspyrnu. Það er spurning hvort við fáum aukaspyrnu Ívar með okkur í liði núna. Hann vildi óska sem væri í Víking núna held ég ennþá. Hvað séu minn, getið hjálpað eitthvað? Já. Við erum þetta nefnilega útsendingakerfið okkar þannig sett upp að það er 27:56 á leikklukkunni á vellinum en 25:35 á útsendingunni. Já. Þannig að við erum 2 mínútum undan og lítum út úr hann mjög klárir þessum. Já. Nú erum við tilbúin hérna á takanum Bjarki, þú tilbúin með Ég er tilbúin með hljóðið tilbúin með marktakan. og lækka þegar við öskrum og svona. Nei, við öskrum aldrei. Sverri líka lofað að haga sér í kvöld og hann með sér haga svo mikið að hann nennir ekki að vera með á. Það er svo þegar menn eru orðnir góð með sig. Hann leika of mikið við þig í vikunni. Hann líkti sig á hann eins og að vera með hvolp. Það er gott þegar eigendurnir sækja hann en hann sagði enginn voru að koma að sækja mig. Mjög leiðilegt. Já, það sást í endursýningunni. Það er alveg klart mál. Ég held að Ingvar hafi kannski bætt smá kryddi við en það er allt í lagi. Daniel Hafsteinsson, Helgi Guðjónsson. Mér sýnist Helgi ætla að taka þetta. Það er samt búið að stilla Víkingum upp hérna í vegginn sem er Daniels megin. Ég held Helgi skorur úr þessu. Herri, fínast spilnaðin, veggurinn stóð út af sér. Og Helgi aftur fær boltan. Já. Ég er ekki að fara að tuða neitt í þessu, en mér finnst svo magnað hvernig það varð einhvern veginn breyting í fótboltanum þar sem að varnarmenn máttu bara fremja harakiri á leikmanni, eða skilur bara saga á honum útlimið eitthvað. Alveg sem hvað þeir gera, svo lengi sem þeir eru að skila boltanum aftur fyrir. Aldrei skilið þetta. Þetta er svona aðeins og mikil slagi. En ekki segja bara Bjarki, þetta er bara svona skásti leikurinn okkar á þessu ári. Segja það sé bara frekar sanngjarnt að segja það. Það séu alveg ótt að segja það svona. Það er batamerki. Batamerki. Sennilega besti leikurinn sem að ég sé með þessu liði í febrúar. Já, í 5. til 7. febrúar. Já. Einmitt. Davíð og Aron. Já, Aron er náttúrulega frábær leikmaður. Það náttúrulega Valdimar gerir eitthvað sniðut en það gekk ekki. Og hann er búinn að taka hitt trixið tvísvar. Hann getur bara hætt á topnum held ég í dag sko. Sveinn Gísli geggjaður. Þetta er nefnilega það sem ég er að tala um. Þetta er sem ég var að segja. Jú, Ari gerir þetta frábærlega. Og hvað? Nei, þetta var sendingin var ekki af sömu gæðum. Reyndi þarna utanfóta snuddu á fjær sem að hann ætlaði. Þetta er það sem Sveinn Gísli gerir. Sprengir þetta eins upp, ég fíla þetta. Hann ætlaði Ella að vera komin hérna en hann gekk ekki upp. Já, Elli er nú þekktur fyrir að vera mættur þetta fjær. En þetta ger Háka vel hérna, leysa línu vel en Ólífur Ekroth mætir ekki í dagvinnur. Karl Ágúst þó ekki Úlfsson, átti ekki breykið þetta. Frábær bolti fyrir á Davíð, þetta þarf að ráðast á þetta. Helgi nær honum og hvað, Sveinn Gísli til hjálpar. Og Ari finnur Daniel. Ætli gerist núna ágætis bolti hérna á Aron sem finnur nei, þetta var ekki alveg nú ákveðið fannst mér. Neðarlingum áttur aðeins aðgangsharðari. Þetta er Hákon konið bara í 2-3. Fleiri menn á leiðinni. Þetta lítur hans vel út hjá þeim en þetta er sænska stálið. Ólífur Ekroth. Þetta er betur. Reifa hann á boltan. Já. Þetta var hrikalega vel gert hjá honum. Gaman að fá hann í fullu standi tilbaka. Hann var orðinn svona hálfbrotaður og flestir hann orðinn mjög brotaður hann í þessum loka leikjum. Út í Lins var þetta orðið hans í svona áhugavert sko. Svo nuttar þetta fengu ekki yfirvinnu greidda sem var mjög skrítið. En hérna unnu frábært starf. Nutta 24/7. Einmitt. En hérna það er nú svona eins og sé, batamerki liðinu það er svona, má ekki mikið seinna vera. Það er vika í leik. Margir búin að fá góða kvíld. Valdi býður svona milli frábært. Hann er alltaf bara ekki tekið á móti boltanum hvernig sem er. Hann með hann, Hann gerir þetta vel að hann stingur sér inn í.
Ari senda hann yfir. Þarna var Aron galopinn. Já. Hann lét hann vita af því. Helgi vann hann að skallaboltan og Tarik sendir hann á Davíð. Aron. Já, þetta er vel spilað. Jú, Daniel nær Medina. honum. Fær hann aftur, komin í gegn, nei. Þetta er hreinsað. smá svona næstu því. Ef ekki segja þetta sé næstu því leikurinn. Jú. Pínu. Ég held að þetta er alveg að koma. Þú ert ótrúlega jákvæður, ég fíla Já. þetta. Bara ákvað það einn daginn að vera bara nokkuð jákvæður. Já, ég hef ekki verið þekktur fyrir það, sko. Og Sverrir Geirdal náttúrulega, hann er minnst bara afþakkaður hérna í kvöld, en neikvæðinni búin að vera hérna erfiðir dagar búin að vera upp í Eiríksvelli sérstaklega hjá Sverri. Já. Davíð Allarsson, gaman að sjá hann líka komin á fulla ferð. Hann var svolítið svona að detta inn og út í fyrra út af meiðslum. Já. Búin að vera ómissandi fyrir okkur í þessum Evrópuleikjum og núna eftir áramótin. Ingvar Jónsson ætlar að koma þegar á Erling Agnarsson. Já, náðu ekki að fleita honum áfram, en Daniel Hafsteinsson. Það er eitthvað vel þarna, sko. Þið ekki svolítið hrifin á hann líka? Jú, algjörlega. Já, ég held að það hafi verið frábær kaup, sko. Já, hann smellpassaði inn í þetta lið. Og svo fyndið, sko, svo er fyrsti leikur sem Stígur má byrja, þá er hann á bekknum. Ha? Það er eitthvað skilabót í KSÍ í þessu, eða IBR. En bekkurinn okkar fórst yfir hann áðan. Ég fór yfir hann áðan, já. Já, ekki á ódýrari gerðin í dag. Nei, rándýr. Og ég get alveg rúlað aftur yfir bekkinn. Pálmi Rafn, Sveinn Gísli sem er náttúrulega komin inn á, Viktor Örlygur, Daniel Dejan Djuric, Karl Friðleifur, Nikolaj Hansen og Stígur Diljan. Þetta er, Dragett. já, þetta er búið að vera góð gluggi okkur núna. Og þetta líki í fyrra, vorum að tala um þetta eins og skrifstofan. Þetta náttúrulega var frábær gluggi í fyrra líka. Já. En það er vonandi eitthvað meira á leiðinni líka. Þetta var vel gert. Nei, strákar fylgja eftir. Einar Guðnason hefði skorað þarna en hann hefði verið vakandi. Hann hefði rent sér eftir þessu mynd. Þetta er ekki til útvikningsstrákar. Þarna vantaði einhvern gamm. Já. Francis Jeffers. Fox in the box, eins og sagt fyrir gamla þetta. Sýnt að vera Davíð sem að sendi þarna boltan bara fyrir í fyrsta. Herðu, Aron. Já, hann var ekki með gripaboltanum þarna. Markmaðurinn var eitthvað smá snjór á hönskunum. Tarik með frábæra bolt á Helga. Nei! Rangstæða. Þetta er rangstæða. Þetta er dæmd rangstæða. Já. Ég getum náttúrulega ekkert sagt til hvort það hafi verið rangstæða eða ekki. Kannski ekki tjá okkur meira um það. Nei. Þetta er engin leið að sjá þetta hérna í þessum snjó. Það verður gaman að sjá hvort að Bensi taki út fjórhjólið í hálfleik. Já. Slótraða. Aðeins að sópa grasið. Já, Valdimar. Já. Ég held að hann sé ekki Nei, hérna Daniel er ekki með feilsendingu í dag held ég. Þetta kom hún. Nei, hann bara vann ekki boltan. Það telst ekki með. Þetta er alltaf jinx all. Ég veit að ég og Sverrir eigum þetta skuldlust Bara ég vildi að við eyðilagt ferilinn hjá mörgum leikmönnum. Já. Með þessari jákvæðni. Já, allir bekkurinn farin að hita upp hjá Víking. Já. Einhverju Háka megin líka. Það eru nokkru ungir þarna líka á bekknum í Háka. Það er alveg vel ungir Já, ég er því miður ekki með upplýsingar um aldur en þú kannski með það. Ég er með eitthvað hérna. Flettið upp. Helgi, Sveinn Gísli, Ingvar. Já, leysi þetta vel. Kom hann í gang hinum megin. Já, leikmaður 29 Karl Ágúst, hann er fættur 2007 Já. Og Tumi og Rúrik eru fættur 2005. Já. Svo ertu með á bekknum eitt stykki Gunnar Baltasar Guðmundsson 2008. Já. Nökkva Arnarsson fættur 2009. Já. Það er gaman að sjá hvort við fáum að njóta þeirra í dag. Já, fín Góður sending hérna inn bolti. í og hvað? Þarna mátti ekki miklu munna en Sveinn Gísli Já, sér hann til þess að það sé vinnur ekkert þarna vesen. Já, þetta er sem ég er að tala um. Sæll. Bara lúðurinn upp á Valda. Valdimar. Skoppaði Bíddu, þetta er ekki búið. Bíddu, já. Harry. Þetta er bara spjald og við fáum menn bara... Ekkert annað. Nei, og menn verða að rífa sig í gang. Þetta Já. er ekki... Við erum ekki að tala um bestildina hérna. Við erum að tala um Lengjubikarinn. Já. Og þetta er algjör óþarfi. Það fær engin stig fyrir þetta. Það er ekkert þetta kvart undan þessu. Nei, bara spjald og rífið í gang, segir Vilhjálmur dómaralegsins. Og ég er sammála honum. Já. Aron Kristófer. Og hann klappaði inn í stúkunni. Já. Og
og þurfti ekki einu svona að heyra Guðmund Kristins garga spjaldaðan. Hann var bara spjaldaður. Já, við vonum að sé lagi, þetta er svona óþólandi að fá svona hné í lærið á sér. Já. Þarna var náttúrulega Víkingsliðið bara í dauðafæri að komast 1-0 yfir. Já, þetta er bara, þetta brot þetta er ískiljanlegt í alla staði, sko, en bara fegin að Ari þarf að haltra þetta af sér. Já. Það eru 2 stærstu leikir í sögu íslensks, hvað sem félagslega fótbolta framöndan í febrúar og það hefur verið bara rosa gott að hafa Ara Sigurpálsson með okkur í því, sko. Ef ég heyri rétt, þá er fjórhjólið komið í gang. Heyrðu, hann er búinn að keyra upp fjórhjólið. Já. Þannig að kæra áhorfendur, þið fáið veislu í hálfleik. Það verður engin grafíksetti, þið getið hort á bensa í allan hálfleikinn. Þannig sjáum við hérna fjarkantinu vonandi. Sjáum hvað Daniel gerir hér. Já, góð bolti og skalli, en býtu, hvað geta spennandi, en ná að leysa úr þessu. Þetta gerir þetta. Þetta er alvöru miðjumaður, svona viljum við hafa það á Víkinni. Hljóp þarna bara fyrir. Sótti bara bolta. Rétt svo bara Ara að fá hann. Sending, en Háká ná að bæða þessu frá. Davíð ætlaði að taka. Ég vil sjá þetta skoti í þessi stað, það hefði nú verið eitthvað. Þú sagði til næsta bæjar. Það hefði verið samarinn. Þetta brotið Davíð hérna, var svona klassískt, svona smá pirringsbrot. Svona aðeins að. Ég hitt ekki boltan, ég mista boltanum. Verkum aðeins í hann. Já. Það er ekki nema 7 mínútur eftir að fyrirleik tæpar og við erum bara ekki konum með mark í Leikjubjergi. Er þetta fyrsti hálfleikurinn sem við lýsum sem er markalaus? Já, ég er ekki frá því. Ég er hræddur það. Þetta er sögulegur atburður. Já, mögulega. Ég held að geta alveg gerst að þetta fari svona, sko. Já, en eins og segir, þeir hafa 6 mínútur. Spurning hvort liðið nær að nýta sér það. Háká að byggja eitthvað upp hérna núna. Sýnir Spensi bara að hafa verið heima hjólinu, Já, það er náttúrulega ekki nógu gott. Já, þetta er skemmtilega spilað, en leikmaður Háká þarna bara í rangstöðunni. Tumi og Ingvar. Tarik. Eli. Það missir boltan hérna, en það er innkasti. Fannst þér ekki prófþýrt tók myndir eitthvað svona sjöttarhljóð í mikrofóninu? Afsaka þetta einnilega kæra áhorfendur. Bjarki er svo annars svolítið viðkvæmur í dag. Já. Stressaði fyrir leiknum eftir það? Já. Háká pressa hérna á Ingvar sem að neyðist til að senda. Þetta var ekki góða bolti, en sem betur fer ná Háká ekki boltanum og Helgi finnur Valdimar sem að misstígur sig þarna aðeins. Ekki meðsli, nei. Þá reyna Háká aftur, koma hérna hægra megin. Nei, Sveitgísli með þetta. Aron. Tarik. Davíð leggur á stað hérna upp hægra megin. En sendingin fór þá hérna vinstra megin. Ágætis hugmynd. Já. Daniel svakalega búinn að vera öflugur hérna í dag. Já, ég hrifinn á honum. Elli fær hornspyrnu. Þegar það eru 4 mínútur eftir og dómarinn vill eitthvað samtal. Það er ég ætla að taka þetta bókstaflega að taka samtalið. Já. Þetta er Tölum saman. Svo lengi sem að Villi fer ekki að syngja, þá er ég ánægður. Og eitthvað var hann að ræða þarna við, var þetta leikmaður 22 sem það var að ræða við það? Já, þetta var frekar en 23, Dagur eða Rúrik, séð ekki alveg. Já, en það er hornspyrna frá marki Hákáinga. Já, á Stórhættunumstað og það er Helgi. Áður nefndur Helgi Guðjónsson. Nei, þetta var aðeins svo látt. Daniel á Ingvar.
hann fær hann bara aftur. Keyrir bara inn á miðuna og brotið honum. Vilhjálmur Alvar var að bíða eftir hvort einhver myndi pikka þetta upp en gefur á endanum bara aukaspyrnuna. Davíð Oliver sem að finnur Svein Gísla. Sveit með langan en þessi farin út af. Já, þetta er ekki komið í fyrra áleik. Nei. Lítur ekki út fyrir það. Fyrir kannski ekki fíl yfir því en ég skal við ekki hérna. Gerir mig smá peraðan. Og þeim ætlar að skora 1, jafnvel 2 í dag. Hákangar ekki gert mikið svona sóknarlega séð gegn okkur. Það gerir Tarik frábærlega. Elli með honum. Það eru 3 inn í bóksi en þarna þetta boltinn að koma aðeins fyrir fannst mér. Já. Við skorum þá ekki bara fyrst í töður, alltaf því töður ykkur svona dótið og skorum við þannig að Aron og Tarik aftur. Davíð Oliver. Danni og Gilli. Helgi fær boltan þarna frá Ara. Tilbaka. Taka eina langa sókn núna í lokin. Davíð. Nei. HK komast fyrir þetta en Sveinn Gísli sjálfsög búinn að vinna tilbaka. Danni og Tarik. Já, hann átt góða innkomu í dag. Já. Þetta fær einhver að brjóta alltaf á Valdimar, ég skil ekki alveg en Valdimar gerir þetta svo sem vel. Kemur bara tilbaka. Brýtur á sér. Og nú dæmir hann. Jæja. Jæja. Á ég að fara að pyrra mig eitthvað á þessu eða? Ég er alveg við það að springa sko. Að það? Já. Þetta fyrir að koma hálfleikur. Þá getum við farið inn í hlýjuna þessu ískalda búri. Sjá hvað HK gerir hér. Sennilega þeirra síðasta tækifæri í fyrri hálfleik til þess að skora. Já. Sennilega. Sennilega síðasta hálfleik bara færi í leiksins, eða fyrra leiksins, bara í heildsinni. Það er ekki búið að bæta miklu við á þessum. Það var náttúrulega þarna strax í byrjun smá tafir vegna meiðsla. Rétt. Róbert Sorra en þú ert eins og sagt í laginu ekki bara útlitið. Þetta var hættulegt. Já, þetta var hættulegt en sem betur fyrr gerði engin árás á boltan þarna. Menn kannski rættum við að skauta út af vellinum að lenda á grindverkinu. Ég er enda að bensa á hérna fjórhjólinu, ég maður veit ekki. Maður veit aldrei. Hvar HK-ingar ná þessum bolta. Það er bara hálófta spinnur. Já, Sveinn Gísli ákveður að taka einn miklu hærri en þið. Já, þetta er svona fjara út hérna í fyrri hálfleik. Dómar hlýtur að fara að líta á klukku svona fljótlega. Já. Það er ekki ósannilegt. Já, þarna gerði hann það einmitt. Leita á hana, yngast í teki, flautað af, er ekki svona klassíska leiðin? Jú, það er, ég var að segja þessi 1 mínútu eftir. Eitthvað í kringu það. Nei, hún er búin. Það er komin hálfleikur. Já. Við ætlum að taka okkur pásu líka, Bergi. Jú, staðan 0-0 í hálfleik. Kannski ekki mikið markvert svona sem hefur gerst í leiknum. Fyrir utan meiðslin hjá Róbert Orra. Við vonum að hann verði ekki lengi frá. Við komum bara að vörmu spori með hreinan völl. Ég ætla að koma þetta mjög ísköldur spori en það er svolítið kalt hérna. En við sjáum þetta smá.
Jæja, kæru áhörundur, þið vantanlega hafi notið þess að sjá Benedikt Sveinsson. Já. Ég vil segja hann sé yfir sópari í Víkinni. Aðal. Eini sóparinn í Víkinni. Hún har standað sér frábærlega hérna í hálfleik. Já, hann sópaði allan völlin á 15 mínútur. Sópaði eins og sannur meistari. Sjá hvernig hann fer í markinu. Þetta listilega vel gert hjá hann. Já, þetta er ótrúlegt. Þetta er ekki að færi allra. Gaman að geta lýst þessu líka í beinni. Já, ef þið komið hingað eftir leik, hvernig síðan bakka með kerru. Já, hann er mikið í þessu hérna í Víkinni og hefur verið að labba í hús og bjóða fólki að bakka kerru minn í Engislur. Já. Ég held að þessu ekki margir sem nýta sér það þjónustu en ég hvet ykkur til að gera það. Já. Heyrðu, sjáum við nokkuð einhverja breytingar? Ég náttúrulega er mjög blindur á önnur lið sko, en okkar megin er allt eins. Það er allt eins. Það er aldeilis, það er fyrstskipti sem við sjáum það í undirbúningstímabilinu. Er það ekki rétt hjá mér? Það neitumstu skiptingu eftir 2 mínútur. Já, við höfum ekki fengið hennar fregnir af því ennþá. Nei. Sem er, ef ekki segja þessi bara gott og slæmt. Jú. Kannski ekki eitthvað alvarlegt, en kannski er það eitthvað alvarlegt. Það er erfitt að lesa í það. Já, það er alltaf erfitt að lesa, þú heyrir ekki neitt, sko. Þú ert ekki bara útlítið Bjarki, það er klárt. Það er alveg á hreinu. Nú blæs Vilhjálmur til seinni hálfleiks. Við erum komin í gang, klukkan er komin í gang. Allt komið í gang, maður. Þetta er allt eins og þetta. Davíð er komin í gang og hann fer bara tilbaka á Ingvar, vantilega, já. Sofaskor var endara undan okkur að setja leikinn í gang, en sé nú engan hérna í sofa. Elli, geðveik sending hérna, en tjöfull er hann óður hérna, þetta er í svona þriðaskipti í dag sem hann er að... Ólafur Örn er sennilega næst besti sóparinn hérna í dag. Já, eftir Benza er hann alveg close second, sko, það er rétt. Þetta er gaman að sjá líka völlurinn er miklu skemmtilega að sjá völlurinn svona heldur en... Já, þetta er miklu skemmtilega. Já. Fögnum því, þó sem að djóka þetta meðan Benza okkar, þá þykir okkur vendum hann og kunnum klálega að meta það sem hann er að gera hér. Frábært. Já, Valdimar. Já, Valdimar er heldur betur búinn að, hann hefur borðað morgunmatinn sinn í morgun. Ari. Já, kemur tegir saman fyrir og hvað? Valdimar, nei, þetta er Davíð. Davíð Atlason. Ég þannig að við truflast af fjörhjólunum sem kom hann á seinna 100-inu. Þarna hefði nú Davíð mátt skora. Ég ekki segja það sé bara alveg sanngjarnt. Sjá þetta aftur, þó að sé eitthvað útspark byrjað, það er allt í lagi. Ég fylgist með hvað gerist á meðan. Já, það er bara eitthvað spil í gangi hérna, en það hefur verið að taka þetta á sig. Já. Það veljast hjá Oliver. Það reyða með boltan, vel gert. Þessi sending á vantilega ætluð sjálfum sér. Hún er sjálfum. Hann fær eitthvað högg þarna líka. Já. Það er ekki eitthvað á hliðalínunni, ætla hann að fengi eitthvað högg líka. Það blóðnar sér það. Í blóðnar sér. Voðalega eru menn eitthvað að lendi í miklu hnjaski hérna í dag. Kann ekki vita þetta. En gaman að sjá að það eru 5 blaðamenn. Já. 5 blaðamenn mættir í stúkuna góðu hinum einn. Uppselt í blaðmannastúkuna. Gummi Ben hefur ekki látið sjá sig, hann mætti bara á þessa bestöldaleiki og þegar það er hlýtt úti. Já, og vill helst fá Serrano líka. Já, Serrano og heitur Rauðinsglas, það er hans stíl. Já. Þannig erum við að missa boltan ansi klunnulega frá okkur. Já, vel spila hérna á HK, við erum ennþá með Tarik fyrir utan völl. Já, það er eitthvað að hrjá hann hérna, Rúnar og fleiri á bæknum að hjálpa honum. En við langt síðan þetta lið HK pakkaði okkur saman í 4-4 jafntefli þar. Já. En maður má eiginlega segja það. Þeir að pakka okkur saman. Góður bolti fyrir hérna en... Sem er ekki aftur fyrir, þeir ná honum. Ná þessu. En það sem var svo gott í þann leikbergi var að hérna hann fór 4-4, HK skoraði 4 mörk, þannig við keyptum bara gæjan sem skoraði 4 mörkin. Og hver... Nú er Ólafur Ekroð sestur niður. Farðu til Svíþjóðar. Við erum þetta að vona að þetta sé bara eitthvað svona eitthvað leikþáttur til þess að Panathinaikos sem er að horfa á leiki núna. Já. Það er allir meiddir í Víking. Já. Þetta getur ekki... Jú, dómarinn kallar á... Já, það er bara full vinna þarna hjá sjúkraþjálfurum Víkings. Þannig Kári, hann er mættur, hann er í góðu standi. Já. Kann alltaf Kára Guðjónsson, en hann er ekki í góðu standi, en Kári Sveinsson er það. Sveinsson? Kári Sveinsson. Ég náði að klúra þess ekki. Já. Hann er hérna var hérna með yfirþjálfun yfir yngri flokkunum í svona fitness-dóti. Já.
og sagði svo við dóttur mína þegar hann mætti á fyrsta æfinguna klukkan 7:15. Já. Þá sagði hún sagði þetta er svolítið snemma, þannig já ég sjá fljótt hverju nenni að mæta á æfingar. Og svo var það þannig að það var bara að mæta 12, 10. Þriðji flokkurinn þá byrjar alvaran. Já. En þetta verðist nú verið í lagi, ég hef nú séð Oliver labba sko miklu verið þetta og spila 90 mínútur sko. Já, sá að Kári gaf þumalinn í áttina Ítt hann í náran á honum og sagt þetta er allt í lagi. Í áttina sjálfa, þannig að Já, Tariq er komin líka inn á þannig að já, mögulega var bara þarna einhver leikþáttur, kaupa tíma til þess að fá Tariq inn eftir. já, þetta er þetta ákvátt snjall, ekki þetta mér í hug. En það er ég ekki siblindur Nei, að því ég viti, en maður veit náttúrulega ekki með þig, en það ertu ættaður úr Breiðholtinu. Breiðholtinu og með því er ekki að segja allir séu siblindur úr Breiðholtinu. Ekki kveiki bílum mínum, kjæra áhorfendur. Já, vel gert þér Svengi. Svengi slipar ekki slá feilspórið í dag, frábært. Og góð hugmynd þarna, en Já, Davíð, hann var fyrir löngu búinn að lesa hvað myndi gerast þarna. heldur betur, hann hefði mátt lesa betur heima fyrir úrslit Nerdsins hjá fótbolti.net. Tapaði þar enn einum úrslitaleiknum sem Víkingur tapar á einu ári. Tapaði þar nefnilega fyrir, hverjum tapaði hann þetta fyrir? Var það ekki. Nei, ég man það ekki, en það var mjög leiðilegt að heyra þetta. Oliver, Ari, já, snirtilegt. Valdimar. Það er bara svolítið skemmtilegt með þessa stráka, þeir eru góðir í fótbolta. Já, ótrúlegt. Flestir hverjir sko, ágætir í fótbolta. Ari, já, þetta er svona, líka aðeins meiri hraði en hefur verið undanfarið í þessu. Það var rosa þunglamalegt í fyrstu leikjunum í janúar. Já. Það var ekki svona þunglamalegt í nóvember þegar við mættum FH. Nei. Það voru menn ennþá hvernig líf svona season standi. En til að koma tilbaka. Þetta var nú kannski, og ég bara famous last words, ég jinxa hvert einasta moment hérna. Hægist á leiknum. Talandi leiki, þá slúk á hvernig staðan er í stóru leik kvöldsins. Það er 0-0. Víkingur Hauká, það er 0-0. 0-0 hjá Liverpool og Tottenham líka. Og kæra áhorfendur, ef við sjáum að Liverpool er að vinna leikinn eitthvað stórt, þá geti bara þagnað í rás 1 sem er ég. Og heyrst þungt högg hérna þegar þöl nr. 2 hefur verið kýldur. Yngvar. Já, sér þetta, sko ekki, ég er alltaf ömurleg sending, en þú fattar hvað ég menna. Ég fíla þetta við Sengisla. Það bara lúra boltana fram og skipulega ekki på nýtt. Já, akkurat. Heyrðu, það eru update. Þeir eru 6 í blaðamannstúkunni. Já. Þeir eru ekki lengur 4 eða 5. Því líkur áhugi. Já, ég er ekki enda búinn að átta mig með Hákangan. Ertu búinn að sjá okkur breytingar í þeim? Nei. Því myndi það vera frábært ef KSÍ myndi hafa lifandi leikskýrslur. Já. En það getur látið sér dreyma. Tariq tók hérna bara kassan og niður. Danni hérna út að Helga. Gísli, Oliver. Þetta var Aron. góð sending hana. Frábær sending þarna. Nei, Ella í gegn. Bolti fyrir. Þetta hefði nú alveg mátt vera meira. Þarna vantaði smá bit fram á við. Góð sending að allt bara fram að síðustu sendingunni. Já. Nei, þarna enn og aftur er það commentator curse sem við köllum það hérna í Víkinni. En þetta gerir Aron vel. Gert. Sömuleiðis, gaman að sjá hann komin í sitt fyrra toppform. Hann var líka svolítið tæpur undir lokin í fyrra. Já, hann var svolítið laskaður. Hann var náttúrulega ekki laskar á móti Lask. Jú, hann var ekki með móti Lask, hvað er rétt? Aron. Þetta gengur hratt manna milli hérna frábært og Ari kemur með Ella. Elli kýs að koma honum fyrir og Helga sem er ekki tilbúin í þetta. Dimar. Já, boltinn kemur fyrir markið, nei. Nei, aukaspyrnu Ívar kemur þessu frá. Það bensin líka bara að fara að slá grasið bara í beinni. Það getur alltaf verið það sem Yngvar er núna, það getur gerast. Þetta er virkilega vel spilað þarna. Og nýta þetta strákar, nei, ekki nýtu við þetta. Nei, hotspyrna. En flott spil. Innjandi lófatak úr stúkunni. Já, ég gott þetta var ekki bara Bárður. Já. Klappaði þarna. Og Sverrir klæddur í stórglæsilega unofficial, ef við segja svona fan-made Víkings úlpu. Já. Sem að hann hérna, einn af okkar bestu viðburðarásmönnum gerði fyrir okkur til að prófa. En nú er komin veður, hvað er að gerast? Bæta í vindinn. Það er svo skrítið því ég hef aldrei séð svona aður í Víkinn aður, bara ekki fyrir henni í dag. Það er að koma úr Vesturbænum, sérðu það? Sýnist það.
Það er að koma ykkur góla úr Kópavoginum, verður ekki Danni og nei, Það fer í innkast, fíkur já, sem að línuverðurinn er alltaf að halda flagginu uppi. ég biðjum fyrir AD2 hérna. Jesus Christ. Sennilega aldrei lent í öðru eins. Jú, sennilega hafa menn lent í öðru eins. Þetta er náttúrulega, þetta er ekkert grín þessar aðstæður á Íslandi á þessum tíma. En þetta herðir okkur. Það sem að drepa mann ekki gerir mann sterkari eins og þetta er. Já. Og svo Gísli. þetta mun herða hágáðanginn líka held ég. Vonandi er í lagi með hann samt. Úff, þetta var svolítið högg sem hann fékk hann. Sveinn Gísli náttúrulega er fullvaxinn kallmaður. Ari! Wow, þarna mátti engu muna. Við sjá þetta bara strax aftur hérna. Aron Elís var hérna hásbreytt frá því að náðu þessu. Já, þetta var frábærlega spilað. Já. Sveinn Gísli aðgangsharður og það er sem við viljum sjá hérna í hammingunni. Ja, algjörlega. Og Sverrir Geirdal, hann sem að saði við okkur fyrir leikinn, ég hef engan áhuga að sitja með ykkur í kvöld, er kominn inn með skottið milli lappana, mættur í hlýjuna. Já. Okkar hörðustu menn hérna, Frank Hall er komið húi og þá en fóki í flest skjól sko. Ég hef ekki séð Frank Hall með húi bara á æðum minna áður held ég. Já. En Þetta er spes. Það er smá ástand hérna. Ég hef ekki segja það Bjarki, þetta er svona ástand. Við séð það betra. AD2 er sko, hann sér ekkert hvað er í gangi. Það er Nei, mér líður bara illa fyrir hans hönd sko. Það er einhverjir að tíja sig úr stúkunni og ætla að fara heim og horfa á streymið. Já, en þeir heyrðu áðan sko að væri hérna þetta að mjúta okkur. Já. Þannig að þá hlupum menn strax heim. Ég mér alveg saman Bjarki með þessi hljóð sko. Já, já. Það getur að vera að missa skapið okkur í þessu. Við vonum að þessi hágáðangur sé ekki var þetta ekki hann hérna Rúrik 23? Já, þetta var Tumi eða Karl Ágúst, ekki Úlfsson. Nei, þú ert búinn að vera út á tungunni nokkur sinnum. Kæra áhorfendur, ég hef aldrei séð annað eins. Ég verði eiginlega að segja ykkur það, ég er grenjandi hlátri hérna. Þetta er sko, ef þið myndu heyri í vindinum líka. Vá, maður. Já. Ég skil betur setninguna dansaða vindur akkurat núna. Við verðum síðan í næsta óveðri hérna, hvort sem verður leikur eða ekki, þá verðum við með veðurlýsingu. Já, við ætlum að vera hérna bara annað kvöld, milli 7 og 9. Já. Við ætlum að lýsa veðrinu fyrir ykkur. Reyndar, eins og ég sagði á, þá er þetta óvanalega skrítið. Já, það er alltaf bongo hér. Ég er bara í dag, Sverrir sko, náttúrulega Sverrir reyndar er sennilega með ykkur og sko, framheilin hefur eitthvað skaddast á yngri árum, þannig að hann kom að svona áðan og svo sól hérna yfir Kópavoginum og hann hljóp út í gluggann með símann. Það er sól í hammingjunni. Þannig að hérna, en þú veist, það má alveg hafa gaman stundum sko. Það var heiðskýrt í hammingjunni rétt. Við erum komin áttur af stað. Bensi hefði átt að nýta tækifærið og sópa meira núna í þessu stoppi. En þetta er, ég held að það er ekkert langt þegar dómarinn segir nú að þetta gangi ekkert upp sko. Ég held að þetta geti ekki gengið svona í 40 mínútur, það nokkuð Bjarki? Nei. Villi er nú þekktur fyrir það að vera vel. Já, ég veit það. Þú sér það Oliver Ekroth. Já. Eini maðurinn með... Hann er í gamla síðan. Og nú vantar strákarna Eurovikes húðurnar á hausinn. Það er klárt. Við finnum aðalega til með Aron Elís. Það er ekki mikið sem hjálpar honum þarna. Nei. Það var þar. Ólafur Örn skilaði þessum bara í innkast og hvað er hann að gera? Akkur að stoppa leikinn. Hann heimtar að fá að gera hérna skiptingu. Þetta er algjörlega galið. Lesa leikinn, segir sá rattmikli. Hann alltaf sér ekkert hvað er að gerast sko. Nei, hann bara giska. En við getum sagt ykkur það kæra á undan staðan en það 0-0 í Bítlaborginni. Já, fá smá hita á stúkunni. Það verður markalaust í báðum leikjum þangað til að stíflan brest og þá koma mörkin. Svo sá ég bara ekkert hvað gerist í þessari skiptingu. Nei, við bara tökum fótbolti.net er ekkert að hjálpa okkur heldur. Kunnum þeim litla þakki fyrir það. Reyna að sjá þetta inna. Nei, það er ekkert að gerast í þeim. Nei, sjáum alltaf heldur ekkert. Jú, hvernig læt ég? Þeir eru með þetta hérna? Nei, það er ekki það. Lask Víkingur fór ég í þetta. Lís, Davíð, komdu bara, Nei Tarik er það, Davíð er hér. Davíð er allstaðar í þessum leik, búinn að standa sig mjög vel. Kemur hann á boltanum fyrir nei. Hotspilna, hann fáum við Helga Sig. Helga Sig, já, einmitt. Helgi Sigurðsson, hákallinn.
Helgi Guðjónsson heitir hann, Bergi. Ég vil fá Helga sig inn í. Heyrðu, ég var búinn að gleyma honum. Ég myndi það, svo gleymdi ég. Svo var hann í viðtalið um daginn og talaði ansi fallega okkur og sagði það var nú gaman að fara á leikinn út í Helsingi en það var enginn hringt í mig. Nei. Kannski þurfum við að hringja í hann. Hann alltaf fór hvað í 2 ár til Panathinaikos. Já. Stóð sér frábærlega í Víkinni. Helgi var geggjaður leikmaður. Er hann ekki aðstoðarþjálfari á Fram í dag? Helgi Guðjónsson með góðan bolta fyrir hérna. Hann er líka geggjaður. Þetta er ekki búið. Jú, þetta er búið. En leikurinn má bara ekki stoppa meira. Nú verða menn sem eru meiddir bara eins og að koma sér út af. Já. Af því að leikmenn eru bara í hættu hérna núna. Það er það. Daniel Hafsteinsson, svo stökkut það svona, hún var kalt. Já. Er hann ekki vanið þessu fyrir norðan? Nei. Það er alltaf, þú veist, snjóar oft þar en það er ekki svona mikið rók. Ég setti smá djók á hana hérna Ísfold sem kom til okkar í vikunni. Vá. Og sagði hans djókaði hans í henni, þú ert nú vön þessu fyrir norðan. Og sagði, nei, ég er vön 20. Valdimar sem að tekur snúning. Við viljum bara svo skot á markið, strákar. Já. Ari, hlýtu mér. Takk, Ari. Þessi fer rétt framhjá. Þarna máttu ekki miklu muna á Ari Sigurpálsson. Það er þetta ekki hotspinna? Það er þetta framhjá? Þetta var framhjá. Guð blessi ykkur kæru leikmenn og aðstandendur leiksins. Boltakrakkarnir, ég er nú ekki mikið að pæla í þeim. Þau eru verið klædd. Það eru í þykkum vestum. Já, þeir eru þykkum Pepsi vestum. En völlurinn, já, Bensi hefði nú betur sleppt þessu bara. Já. Það er svolítið þannig. Situr inn á kaffistöfu núna og Bölvar viðurguðunum. Já. Ingvar Jónsson er með, hann er með buff. Old school buff. Það er ekkert kjaftaði þarna í markinu. Þetta gerir Aron þetta vel og gaman að sjá þess að stráka í þessum aðstæðum. Tarík og Valdi. Já, finnur Ara. Já. Þetta var æðist þú mikið á þessu þarna. Það vona að þið sjáuð eitthvað hvað er að gerast í myndavélinni. Já, ég var ekki búinn að tjekka það þetta smástund en jú, það virðist bara að vera ágætt sko. Okay. Nýjustu niðurstöður frá Sverrir Geirdal sýna þetta sé bara topp aðstæður. Og við sýndum leikudaginn hérna hjá Víking og KR. Þá skoraði Davíð Allarsson mark og við töldum þetta hafi verið mark. Við sáum það hvorki í útsendingunni né í beinni útsendingu svo kom, þetta var Davíð. Sást í einu horni útsendingarinnar. Þetta er galið sko. Já. En skemmtilegt. Þetta er öðruvísi. Já, ég þakklátur að ég er ekki í einum standileg spila fótbolta en við hefði afþakkað þetta í kvöld bara pent. Oliver gerði sér þetta fyrir hot. Það er svolítið langt sem við séð þetta í Víkinni bara, þú veist, án gríns. Já. Bara snjói, snæfi, klæddur völlur. Snæfi þakinn jafnvel. Já, hérna, Engar. Já! Geggjaður bolti. Tarík, sjáðu Valda strax. Nei, hérna lék snjórinn hann grátt. Lili rann þarna og misti fæturnar. Misti fæturnar? Það var leiðilegt að heyra. Misti fótana jafnvel? Nei. Þarna var Valdi alveg galopinn. Það hefur verið gaman að sjá þennan bolta koma fyrr. Ég held að þurfum að kveikja á hiturunum, Bjarki. Ég held að komast ekki upp með neitt annað. Það var svolítið mikið hik þarna. Þetta er sennilega skemmtilegasta uppgötvun sem ég lenti í Víkinni. Þegar ég var eitthvað kvarta við Spídjó, það er ekki hægt að snjóurinn sé á og sagði, ertu bara að kveikja hitaranum? Þetta er hitar í myndavélinni. Því líki meistarar. Herru, það er tvöföld skipting á Víking og einföld skipting á HK, eða ekki? Já, við slúum reyna að ná Víkingskiptingunni en ég held að aukaspyrnu Ívar sé farin af velli. Já, það er rétt. Það er staðfest. Tekur þó ekki fleiri aukaspyrnu hérna í dag. Ellingur Agnarsson lætur þetta vera síðasta verk að skrensa þarna á kantinum. Daniel Dejan Djuric og Nikolaj Hansen, eða ekki? Jú. Fyrir Ara Sigurpálsson og Elling Agnarsson. Já. Ok, þá er Helgi komin á kantinn og Valdi á kantinn náttúrulega. Já, Valdi kemur hérna á hægri kantinn, Helgi Guðjóns á vinstri kantinn. Og Níko sagði, kottu með armbandi strax, Aron. Gleymdu þessu. Bring it. Þetta er að fer á basúku hendina. Já. Hann er komin strax í barátuna hérna, Nikolaj. Hann er sterkur, en hann er brotið á honum. Vilhjálmur, Alvar, virðist ekki að sé það. Nei, Aron Kristoffer er náttúrulega á gulu spjaldi og er að passa sig. En við gefum Vilhjálmi
séns að því að við sjáum alla hvað er í gangi hérna. Nú heldur betur að skýrast línur. Já. Það er aðeins að sénsast upp í þessu. Já, gott líka að fá bleiku skóna hans Nikolai inn á. Já, Danni líka í bleiku. Jú, þetta gengur. Vel spilað. Helgi kottu nú meðan fyrir Nikolai heldig góður í skallaboltanum og það er Valdimar Valdimar, þetta var rosalega vel varist þarna hjá HK. Við vorum að hlæja hérna Bjarki á þann að nú er kameran vinstra megin sem vona að gerist ekkert HK megin í þessum leik meira en hún er alveg farin kameran. Þið verður bara trú okkur hvað gerist þar. Guð minn almáttugur maður. Jæja. Svo er ég held að tala um þess að hitara og fólk heldur í sig eitthvað rugglaður. En þetta er satt. The heat is on. The heat is on, sko. En þetta var löngu byrjað áður en Elli datt, sko. Þannig að... Og... Danni... Þarna! Hitta hann! Haldi nú. Daniel Hafsteinsson með þennan þrumu fleik. Vel gert, 1-0. Heldur betur vel gert. Boltinn hérna skoppaði hérna út í débóðan þar sem að Daniel þakkaði pent fyrir frábært færi og þruma á honum í netið. Já, og beðins alveg einhver því að við erum ekki með markaskorun á skjánum. En það var Daniel Hafsteinsson. Númer 11. Þetta er bara þriðja markið eins og Víking held ég. Gott ef ekki. Já. Já, þetta bara... Hver er staðan á myndavélinni núna? Það er ennþá vandamál Kópavogsmegin en það er svo sem alltaf en Víkingsmegin er allt í fínu standi. Já. Þetta mark náðist ansi vel. Það er eitthvað mjög skrítið í gangi með myndavélina, Bjarki. Já. Sérðu það? Þetta er ekki til útlutnings. Nei. Flott sending hann hjá Davíð, Danni, hvað gerir hann? Hann fer í skotið. Hann kann að skjóta! Þvílíkt mark! Jesús Kristur! Vá, ég bara tók smá Rikka K á þetta, heyrðu þetta? Röddinn á mér, það voice-crack og allt. Það er svona svarar maður því að vera settur á bekk. Já, takk. Sölvi Ottesen, takk til þessu. Þetta bara upp í vinkilinn. Hann leit á bekkinn og sagði, Sölvi, sérðu? Þetta var úr efstu hyllu og jafnvel bara í rjáfrinu, sko. Þvílíkt mark. Já. Þetta reif okkur í gang, hérna strákana. Já, heldur betur. Sem betur fyrir myndavélinn nægilega góð til að sína markið Víkingsmegin. Já. En við erum ennþá býðið til niðurstöðum hvernig gengur. Hvað að segja? Ef við segja sunnarlega á vellinum. Sjá, Aron vinnur þennan bolta hérna. Fyrir Davíð. Já. Pressa hérna hjá HK. Sjáum að Hákon Ingi er hérna komin inn á fram í hjá þeim. Númer 33. En það sér það náttúrulega enginn. Nei, það sér enginn hvað HK var að gera í sínum sóknartilburðum. Það er bara allt í lagi. Þetta er ekki ritskoðun, kæru áhorfendur. Þetta er veður offsinn sem að léka okkur grattinn á hann í svona 10 mínútur eða svo. En þetta er að bráðna fyrir framan augun á okkur. Ég bráðnaði bara alveg við þessu marki. Jesús Kristur, djúið glæddi þetta mig. Daniel Djúðis heldur betur mættur, hann er mættur með eitthvað skilaboð hérna í leikið, þvílík sending þarna. En þetta er aðeins og erfitt þarna. Og hann var líka rangstæður. Svekkjandi að taka svona hlaup fyrst mér. Já. Þegar að menn eru... Út af og rangstæður og bara, þú veist... Já, double jeopardy, þess að þeir... Líka bara að gefa mig guld líka. Einmitt. Sendum henn bara heim. En ef ekki að sjá hvernig staðan er Bjarki í Bílaborginni. En það er skipting hjá HK-ingum. Hún er 0-0. Þeir hafa ekki fylgt að vona að heimaliðið þar gerir ekki jafn vel og heimaliðið hérna. Já, og þú talar bara fyrir þig. Við leifum bara litlu liðunum eins og Tottenham að komast í úrslit á og til.
Það væri gaman. Já. Við slum ekki vera með eitthvað svona róburð, Sverrir. XG komið upp í 11. XG, þú veist, expected eitthvað. Já, það er 2-0 sko. Það er 2-0 núna og 1-0 á Tottenham manstu á heimavelli. Það er staðfest G. Já, það er confirmed G. Nei, ég bjóst við þessu svo sem í dag. Þeir eru ískaldir að Þetta er bara vel gert hjá þeim. Mjög vel gert. Já, ná komum svo ágætt út úr þessu en Daniel Hafsteins heldur betur að spila vel hérna. Já, er ekki komið sjátt bara á hans ég svona líklegastur, hann er svo nefnist hann er í contention að vera maður leiksins. Já, algjörlega sko. Valdimar líka, byrjaði að leiki frábærlega. Já. Sveit Gísli líka, það var að nefna það aftur, hann komið bara mjög vel inn í þetta hjá okkur. Fekk lítið að spila síðustu sumar. Já. Hefur aðeins meira verið með núna í undirbúningstímabilinu og heldur betur búin að stempla sinni í dag. Danni náttúrulega kemur að bekknum alveg. Var í bakið á Oliver hérna. Sjá þetta vantilega ekki. Nei, það er kannski næst að sjá smá hérna. Þetta er alveg meiri áttar. Við erum ótrúlega heppin samt að Víkingarnir eru að keppa þessum helmingi í seinni hálfleika því að þetta það eru hlutirnir að gerast. Heldur betur. Helgi það er komið snjókast í stúkunni. Daniel, hann er alveg pollrólegur hérna. Góð samskipti hérna á miðjunni hjá okkur. Oliver ætlaði að finna hann á Davíð. Vinna nú ekki miklu. Nú er svona komið smá losarabræður á leik okkar sem ég er ekki alveg hrifinn af því. En eitthvað svona komnir út úr stöðum og ekki vissir. Þeir verið að finna sér fljótt hérna. Óliður fengi eitthvað slink hérna. Já, rólegur tilbaka. Nikolaj, farin að það beint í andlitið, fínasta Jakó, tattoo hann í boði. Þetta hefur verið vont, en hákáningar, ef þið sjá þetta kæra þá er þetta bara ágætt í sóknir þeim minna. Það er hérna vinstra megin og fá hotspinnu. Tarek varðist þarna sendingu fyrir. AT2 er búinn að ná sér eftir snjókomuna áðan og sér hvað er að gerast núna. Ég held að það hef aldrei verið betri bara. En já, HK með hotspinnu. Sjáum hvað verður úr því, allavega við sjáum það. Og bolta fyrir, Ingvar slær þetta í burtu. HK ná boltanum og senda hérna aftur fyrir. Og hvað, Ingvar grýpur þetta, já. Hann hefur ekki nefnt að fara í pickvort þarna vegna þess að það er kalt úti. Já, hann er enginn að leggjast á þetta gras. Katla hefði vist komið með engar þetta á þessu líka. Já. Hann þarf að borga stefgjöld ef hann ætlar að nota þetta. Hann virðir það að Ingvar, ef það ekki er rétt. Heyrðu, löng sending hérna fram og er ekki Ólafur Örn með þetta á hreinu eins og vanalega. Hann er svakalega. Það er ekkert að segja neitt annað en hann sé góður í fótunum drengurinn. Það er alveg frábært. Þarna kom. Var þetta? Við erum örgulega töðuð þetta í hnáttina. En Tarek dæmdur brotlegur, segjum við. Það verða sanngjarnir. HK kemur þá upp hérna hægra megin. Þetta er ekkert að skána Bjarki, en ég finnst samt alveg magna hvernig önnur myndavélina tveimur lætur svona. Já, það er af því að það er þessi sem vísar í áttina að snjónum. Hérna, úrkominni. Já, þannig hún fekk þetta beint í grímuna á sér. Já, slum vona að gerist það ekki mikið á vinstri helmingi skjásins hjá okkur, kæra áhorfendur. En þess að það er ekkert að gera við þessu annað en að vona það besta og bíða af sér bræðsluvélina. Víkingar heimta hér skiptingu. Já. Það ekki? Jú, AT1 hleypur hérna og kallar á Davíð Allarsson teflir af tæri þegar hann skokkar út af fyrir. Hann ætlar ekki að fara út af eins og Elli. Nei. Hann hleypur bara yfir völlinn og storkar á lögunum. Já, kreista það síðasta út úr þessum leik. Þetta kemur nokkur ungur leikmaður efnilegur, Karl Friðleifur Gunnarsson. Já. Hann er nú heldur betur spilað hjá okkur undanfarinn ár, en hann er að koma tilbaka líka. Það eru allir eftir svona smá comeback-tór í öllum eftir hérna fríið. Já. Þannig að fögnum því að sjá hann. Oliver, já, lúðrárar með völlin, takk. Danni, gaman að sjá hann líka að koma inn á með svona smá chip á axlinni. Það var flott innkoman hjá honum. Daniel Hafsteinsson, vertu velkomin í Víkina. Mikið gaman að hafa svona mann í liðinu sínu. Kalli Valdi
Aron Elís Tarik aftur Aron Tarik leika þetta þetta frábælega. Já, Tarik opnar alveg miðinu þarna kemur honum á Helga Guðjóns sem finnur Daniel Dejan Djuric hann keyrir hérna inn á miðinu aftur og reynir að koma boltanum hérna fyrir fjær á Valdimar sem að færa á endanum boltan frá Aron Kalli hann snýr tilbaka Tarik og Sveit Gísli kemur núna hérna vinstra megin Einu Helga þá kemur Nikolai og Kalli finnur Aron hérna já Þetta vel spilað. Valdimar boltan fyrir Það vantar aðeins betri bolta en þetta fáránlega vel gert þetta var ríkalega vel gert Þetta hann Rúrik Gunnarsson. Tarik býður ekki búðan og sækir boltan. Rúrik Gunnarsson þetta fyrirhundi leikmaður KR Ég ekki frá því að svo sé. En ég veit samt ekki neitt sko. Ég mjög vitlaus. Og það eru tíðindi úr Bílaborginni. Já. Liverpool komið yfir. Þannig að Staðfest. staðan jöfn í einvíginu. Ég ætla einmitt inn í hús eftir þennan leik Bjarki og horfa á síðari hálfleik þessa ágæta liða. Já. Og ég mun senda þér ókvæðisorð í tölvupósti ef að þetta fer illa. jafnvel faxi bara Jafnvel að ég sendi þér símamynd, svona MMS mynd. já Sveit Gísli. Já. Helgi líka búin mikið í boltanum í dag. Bara svona heilt yfir flott framist af okkar strákum. já Lítið svona panik, leiðilt að sjá með Róbert, virkilega Já. leiðilegt. Þannig skjótu bara. Nei, Aron og Valdimar nei, þetta er Kalli þannig að Danni góð hlaupi en fekk hann ekki. Valdimar gerir Já. þetta vel. Þessar hraðabreytingar eru frábær fáránlegar. sending á Danna skal ekki boltan fyrir Frábær bolti fyrir, jæja. en Það mátti engum muna. Haukur Leifur kom boltanum hana frá Slaka hvort ég geti sýnt ykkur markið hans Daniels aftur hérna ef það virkar. Kjára árafandur ef það gengur hjá mér meðan þeir eru að taka hotspinninu hérna. Undirbúa sig fyrir það. Helgi Guðjónsson að gera sér líklega í þetta. Vonum að þetta hafi sést alltaf mann hérna í útsendingunni góðu. Helgi gerir sér kláran í þetta. ég vil segja þessi sé ætlaður Níko Það er ekki ólíklegt. Og beint næstu á Valdimar. já En Óli verið mættur hérna í hreinsununa. Boltinn fyrir alla leið tilbaka á Ingvar. Tarik og hann, já, svolítið skrítið þarna. Tarik að skilja að fara að nota Ingvar. já menn verður að fara varlega í þessu snjó Já, þetta er náttúrulega ekki aðstæði sem að stuttbuxur eiga að vera notaðar í og við bendum mönnum á það. Bara svona góðfúslega. Engin þörf því að vera dórna þegar læri í kvöld. nei Og þeir sem eru að horfa á leikinn náttúrulega sjáu ekki neitt örugglega núna því að myndavélin er ennþá í tómu tjóni hérna á vinstri kantinum. Líkar eru í róliheitunum að spila saman hérna og teygja Háka fram Ingvar með langa bolta hérna fram Helgi reynir að fleyta honum áfram það er engin víkingur En Kalli er bara komin hérna upp á topp. Það er, já sem að Nökkvi er komin hérna líka inn á hjá Háka ánum 10 hann er 2007 ekki eitthvað svona, eitthvað þvæla. já og 2009 takk fyrir. 2009 Og nú með 10. geggjað Já, takk fögnum þessu. Daniel finnur hérna Karl Friðleif sem heldur boltanum inn á. Mjög vel gert. Aron tilbaka á Tarik Fín pressa í hágangum hérna. já Ingvar En við erum að leysa ágætlega úr þessu líka. já. Tarik aftur býður eftir einhver opnun hérna á hvað, nei, ekkert gerist þarf að leta tilbaka á Ingvar Ingvar lyftur honum hérna á Svein Gísla sýnist mér Ólafur Ekroð já, hann Já. finnur Það skiljum við 5 eftir. Nú þurfum að nýta þetta. Daniel Dejan Djuric kemur hérna
en Nikolaj Hansen og Helgi hérna vinstra megin á kantinum býður eftir boltanum sem hann kemur hér. Ég get staðfest það. Þetta er mark hjá Daniel Djurits á skjánum. Sennilega bara fallegra heldur en í raunveruleikanum. Guð minn almáttugur, því líkur skrýmer. Valdi, vel spilað hana. Já, við erum að klippa highlightsinn strax til leikinn. Setja þetta markinn, bæði hans og Daniels. Og vonandi fleiri. Já. Skulum vona það. Skuldum hérna 3 mörk og viljum ekki láta heyrast að við séum að skulda út allan bæ. Nei. Eins og Kári Árnason sagði í útsendingunum daginn að það nóg til í Víkinni. Já. Þetta var áhugaverð vippa hérna inn fyrir hjá Gilla en þarna var enginn. Þetta er grjótara sendingar hérna sko. Ég fílaði þetta. Þetta gerir Tarik alveg frábærlega. Og hvað gerir hann hér? Nei, hérna var miskilningur, hérna við Nico vildi fá hann í hlaupa leiðina en Töluðu ekki saman tungumál? Nei, þið tala ekki saman tungumál nefnilega, þó sem við báðið danskir. Nico er búinn að lengi á Íslandi, þannig að hann talar eiginlega ekki tungumál núna. Svona milli tungumála. Að raða saman alls konar random orðum. Já, svo hefur við hlegið mikið þessu, það er oft eins og með John. Hann talar íslensku, þú getur alveg að tala íslensku við hann skilur allt sem hann segir og skilur fullkomlega hvað hann segir. En að ég valdi ensku fyrst við hann, þá höfum við bara samanst það að halda því. Það sama með Nico, meira segja Pablo. Hann held að ég var útlendingur. Þannig að ég til langa tíma töluði við ensku. Svo spurði hann mig, talar þú ekki íslensku? Ég segi, já, auðvitað, vá. Þannig að það var, fengum ekki Nóbelsverðlaunin í hagfræði þarna við tveir en það er búið að leysa úr því. Já, það er stemning í stúkunni, það er verið að taka bylgjuna og ýmislegt. Já. Það er þetta er frábærlega gert hjá Nico. Vinnuboltan hérna á Helgi, Daniel Hafsteins kemur hérna á Nikolaj. Danni, þetta var ágættis hugmynd þarna en fór á hákáingin. Það er betra en að bara senda hann á Víkingin. Skotnirnas Nico eru frábærir. Það eru geggjaðir. Djúvilligt flott. Já, þetta gerir Tarik, nei og ég skil hann bara vel. Ég skil hann bara, ég ætla að styðja því Tarik minn. Þú hefur minn stuðning í þessu máli. Þetta var... Dumi var klókur hérna og steig hann svolítið út og reyndi að halda honum en Tarik komst í boltan í gegn klóið á honum. Sér, hann er svona, ég elska, Tarik er svona, mér finnst hann sko frábær útgáfa tuðara. Þú veist, hann tuða mjög lítið, en þegar hann tuðar þá er það oft með leikrannum tilbyrðum sko. Þetta var skemmtilegt. Eitthvað búið að gerast í Bílaborginni í Bergi? Nei, það er ekkert að gerast. Bara eitthvað Cody Gakpo maður, hverjum er ekki sama. Ingvar grípur þessa aukaspyrnu, nei, missir hann hérna frá sér. Bara fín sending á Helga. Já, kemur hún strax í leik, mennur hann? Strax í leik, ekkert að stoppa. Ég held að skil Gísla finna Valdimar eða Danna en Nico vinnur boltan. Nikolaj Hansen og Daniel Dejan Djuric segja hingað ekki lengra. Og smá kláss þarna er Hákon gerir þetta vel. Og þeir eru hérna í góðu spili. Smá sjónlýsingu hérna. Komur upp á endamörkum og kom boltanum fyrir, nei. Ekki svo gott. Já, Háka á ná svolítið yfir hundinni hérna í augnablikinu. Þetta er einhver meiddur hérna. Herðu liggur einn, Háka einhver hérna. Nei, hann stendur á fætur og þeir halda áfram og lyfta hérna boltanum inn fyrir. Þetta var rangstæðadómar eða ekki? Nei, þetta endar í... Kalli lít hann nokkuð vel valin orð fjúka en línuverður bendir á vardamann Víking og segir hamarlínu. Hornspyrna og skipting, segir dómarinn. Þetta kemur nokkur töskugerða maðurinn Viktor Örlygur Andrason, sennilega ekki. Frekar en Þetta er Stígur og Viktor. Þeir eru báðir þarna. Það er tvöföld skipting. Það er doppel. Stígur. Já, skulum sjá hver kemur það á velli. Ætla að sé Tarik. Já, veit ekki Tarik að labba út á og Danni eða, nei. Jú. Eða hvað? Valdimar, já, ok, Valdimar skokkar hérna fyrir... Hann sagði, ég skal taka þetta bara. Ég skal fá þetta. Ef allar enginn að hlýða, þá tek ég þetta. Já, vant alltaf standardin í Víkina, en gæinn sem á skiltinu var að sópa völlin. Já. Þannig að það geti gert send í einu. Gíðum honum séns, já. Hvað með því að Viktor Bjarki Arnarsson rífið sig í gang og læri bara skiltið? Já, hvernig væri það? Hann vantar einmitt meira að gera í vinnunni. Já.
Hákangar eiga hotspinnu hérna og nú er aðeins að skána myndin hjá vinstri kantinum. Nico skallar þetta frá Djuric missir hann út af vinnur innkast. Hann er lunginn. Já, 6 mínútur eftir að venjulegum leiktíma staðan 2-0 og 3 mínútur eftir í Bílborginni staðan er 1-1 samtals. Þarna náði ég þér. Þetta er, menn getur gert djók með hennar Carabao byggar, Karmelu byggar eins og kallar en þetta er skiptimáli líka lengi byggarinn. Já, allir byggar að skipta máli. Þetta gerir Stígur vel þarna, togar hann. Kára var mikið, hann ræddi mikið það hvað Stígur væri sterkur líkanlega þegar við fengum hann til liðs aftur við okkur. Við séð það, hann er og hann er farinn. Já, það er gróðstöðu mörk, takk fyrir. Við mingja boltakrakkarnir núna að þurfa að sækja þetta. Þessi bolti, hann finnst aldrei aftur. Kveðjum hann bara og þökkum fyrir þjónustuna. Já, Stígur var... Þarna var helganhlaup, sástu þetta? Já. Galopin. Já, vel gert hérna Oliver. Viktor. Góðan bolta, Kalla sem gerir þetta frábærlega. Frábær móttaka, keyrir hérna. Sjáu hraðan í drengnum. Þannig, hann er ekki rangur. Nei, rífðu því í gang, línumörður. Hann er aldrei rangstæður. Þetta er til skammar. Ég held að hann þurfi að þurrka snjóinn betur framan úr augunum. En svo náttúrulega veit maður ekkert, kannski er þetta bara rangstæð. Hvað fannst þér? Kannski. Ég ætla ekki að tjá með meira þetta. Ég ætla að heima eftir gera þessar highlights. Ég ætla að draga svona línu eins og ramskakka línu sem það var reyðstæður. Paint job. Þetta verður gert í paintbrush allan daginn. Svo fer ég í Minesweeper milli verka. Í baði. Helgi. Já, og Aron. Missi boltan. Hákan á þessu. Þá sjálfta sem Aron Elís missi boltan. Það var í svolítið brasi hérna eftir að Helgi misti boltan svolítið frá sér. Það ger Hákamennið frábærlega vel. Spila hjá þeim. Hann er upp að verkum og býtu og þetta er mark! Þetta er rétt framhjá. Þarna var ég tilbúin að leggja undir aðleguna þetta mark. Þvílík sókn. Já, hörku sókninu upp hægri kantinn. Vel gert. Mikill hraði og vel gert hjá sóknarmanni Háka. Var þetta númer 33 sem komst í færi? Nei, var þetta ekki Dagur Ingi númer 22 sem átti þetta? Já, það lítur verið að þetta var virkilega vel gert hjá þeim á hægri kantinum. Já, þeir eru skeinu eftir fyrsta svona, hvað við segja, alvöru tækifæri Hákaðanga í dag. Langhættulegast að færi þeirra. Nikolaj má ekki um margnum þarna. Þessi farin, já. Kalli, hraðabreytingin að Kalla þarna, þvílíkur hraði. En, já, Djuric, bara á tíunum. Vel gert hjá Djuric þarna. Já. Gafst ekki upp. Já, búin að koma mjög sterkt úr leiksinn í dag. Ískaldur markmaður Hákaðanga. Örn er ískaldur. Þetta er ekki tröfla sig þó að Nikolaj Hansens í handan er hálsmáð. Nei. Það gerir Stígur vel hérna með Viktori. Stígur, hvað gerir hann hérna? Já, þetta er það sem Kári kannski var að menna. Stendur þetta af sér. Þetta er brottdómari. Já, þetta er alltaf, ef þetta er ekki aukaspyrna þá er erfitt að útskýra fyrir mér hvað aukaspyrna er. Ítti þarna Stíg út af vellinu. Já, þetta gerir Stígur vel. Ungur strákur, sterkur, hávaxinn. Mjög sterkur. Valdi sér líka mjög skemmtilegt númer, 77. Já, það er mitt besta ár í mannkynssögunar. Já. Mér finnst 179 persónulega betra en það geti haft eitthvað að gera með hvenær þú og ég eru fæddir. Já, mögulega. Herru, Daniel Hafsteins ætlar að senda þennan inn. Ég er nokkuð vissum að nú fáum við mark frá Nico. Þú spáði því? Já. Ég held að Gilli taki þetta. Gilli nefnilega skuldar okkur mark, sko. Ég held að sem ólíklegt að við fáum samt mark frá Viktori. Viktori, já. Þannig. Nei. Jú, þarna kom Nikolaj. Af æfingarsvæðinu. Daninn fljúandi. Var ekki... Miðaði bara bleikurskona. Já. Var ekki Dennis Bergkamp kallar hollendingurinn fljúandi? Jú. Því að fyrir aldrei í flugvél. Já. Ég held að sé alveg þannig. Það var þannig. Ok, þá er ég ekki alveg steiktur í hausnum. Já, fín pressa þarna hjá Danna sem vinnur boltan. Við fáum vantilega engastið. Já.
Staðan er 2-0 samanlagt í þessum leik. Fyrir mark Víkinga skoraði Daniel Hafsteinsson gott spil og svo skoraði Daniel Djuric eftir gott bara mark. Það var samið það fyrir leikinn og verður að heita Danni eða ætlar að skora. Þannig að það verður lítið að gerast nema þeir skori. Kalli, Kalli, nei! Karli Friðleifur, ríðið í gang. Það vil sjá hann taka hlaupið en sjálfur hefði ég nú bara lagst niður og sagt ég get þetta ekki. Sérðu þetta, hann er með púlsinn í 20 sko. Bara Nikolaj Hansen er öskráði og inn í markteg. Og á dönsku. Ég væri bara löðandi þrættur sko, þetta gerir Danni vel, misti boltan en vann hann tilbaka. Viktor og Oliver Ekroð. Hérna Stíg sem er ekki rangstæður. Nei, ekkert flagg, nei. Hvað gerir Stígur hérna? Hann er svo lengi að þessu. Já, hann er svolítið lengi að þessu. Það er mátt að ráðast hann fyrir á. Já, ætlaði að reyna að taka þarna einhvern nettan þrýtning við Djuric en Viktor Örlög gerir þetta frábælega og það er ekki langt sem ég sé þetta, það er mjög langt sem ég sé þetta, það er gæir í hjólaböksum að það, 22. Já. Pétur Rónsleif stílinn á þessu. Já. Hvað finnur þetta Nikolaj Hansen sem tekur hann á kassan. Aron. Ekki. Þurfum að fá smá, við viljum fá 1 mark í viðbót. Við hefum ekki efna á þessu meðaltali. 2 mörk er ekki nóg. Ekki hérna í Víkinni. Það er svona sem bæðilið sem kannski búin að sætta sig bara við orðin hlut. Danni, nei. Hákon hann á þessu niður og er að gera ágætt líð í. En þá mæta Stígur og félagar og þetta var Kalli komin í gott hlaup. Stígur líka fljótur. Finnur Karl Friðleif. Að kemur boltan, nei. Hann ákveður að leika tilbaka. Finnur hérna Nikolaj Hansen sem finnur Stíg. Nei, hann er rangstæður. Hann er rangstæður, jæja. Það er ekki að fara að missa skapið mitt. Ekki þegar komið 91 mínútur á klukkuna. Ég ætla að missa það bara eftirleik. Dómarinn getur nú alla bætt miklu við, það er náttúrulega mikla skiptingar en ég þarf ekki verið að refsa fyrir það í viðbótartíma hérna í þessum undirbúningsleikjum. Það er Sveinn Gísli og Rúrik sendingu þarna upp í hægra hornið. Og hvað? Nei. Ég skil ekki alveg hvað mér finnst þetta, ég er ekki sérfræðingur í dómarastéttinni, alls ekki, en var ekki hagnaður þarna að koma boltanum fyrir í stóratala sendingu eða? Algjörlega. Ekki þetta ekki er aukaspyrna, þetta er alltaf klálega aukaspyrna á Gilla en þá verður að stoppa leikinn. Já. Þetta var rétt hjá mér, Rúrik Gunnarsson var í KR og er sonur Gunnars, þjálfara kvennaliðs KR. Já. Það sá miklu meistari. Þeir eru samanrætna hann og Ívar Ingimanns eða ekki með kvennaliði. Jú, akkurat. Gaman sem það er lengi til þinn í sumar. Sjáum hvað gerist hérna. Ingvar með allt á hreinu, greip þetta, boltinn í leik, Nikolaj Hansen. Nei! Þetta var útsala. En hvað á Ingvar vill fá fleiri æfingabolta. Ingvar beðið menn að róa sig. Já. En ég held að þeir meira róið sér núna bara niður í það að leikurinn sé búinn. Ég býst ekki við að fá miklu meira út úr þessum leik heldur en bara það að hann sparki boltanum frá sér og ég held að Vilhjálmur sé tilbúinn með flautuna. Bara allir í heita pottinn. Eða kalda pottinn eftir hvernig stemmingin er. Oliver finnur hérna Viktor sem kemur inn á í hægri bakvörðin í lokleiksins, þetta er skemmtilegt. Nikolaj, Þessi ungu strákur í Háka á staðið sér vel hérna í seinni hálfleik og gera bara jafnvel frábærlega hérna en Ingvar. Þvílík varsla. Sveinn Gísli. Þvílík varsla. Undir þennan fram. Kalli í baráttuna hérna. Háka halda pressunni áfram en Daniel Hafsteins. Og þá var leiknum lokið. Átti síðustu spyrnuna og þá sagði Vilhjálmur Alvar takk fyrir í dag. Takk fyrir í dag. Við ætlum að gera þetta áfni förum af því að fólk er alltaf spennt fyrir því að sjá hvað við getum gert inn í tæknimálunum. Skoða, ekki fá að sjá mörkin aftur, Berki. Jú, hvernig væri það? Þá má sjá það aftur hérna, sem ég finn ekki mörkin. Hérna er markið hans Daniel Hafsteinssonar. Stórkostlega vel gert hjá honum og þriðja markið hans Danna í búningi Víkings. Já. Og ég get sagt það, Bjarki, að markið hans Daniels Djuric er sannkallað augnakonfekt. Já, sannkallað að sjá það aftur. Það er veisla fyrir augun. Bara skella því beint inn í gang núna. Og maður sjá það hérna eftir, við fáum fara að sjá það eftir 2 mínútur. Já. En hérna, leikmenn eru að þakka hérna fyrir sig en þetta markið á Danna er algjör skor. Já, það var konfekt.
Sjáum hérna að staðan já, við erum eftir í riðlum. Það er þannig, það er hérna já, það er bara akkurat þannig. Þetta er, hvað var þetta fyrsti leikurinn í þessum riðli eða? Já, fyrsti leikurinn í þessum riðli og það er næsti leikurinn á morgun held ég þar. Þetta er síðasti leikurinn í strákunum fyrir brottför til Helsingi á þriðjudagsmorguninn. Þar sem við munum mæta Panathinaikos í umspili að mæta annarkvort Rapid Vín eða Fiorentina. Það verður dregið það, skilst mér, sérstaklega. Svakalegt sko. Já. Næstu leikir í þessum riðli eru sem sagt spilaðir á morgun föstudag, laugardag og svo eftir viku. Við eigum næsta leik hér í Lengjubikarnum. Já, það sem að þú munt sennilega taka öll völd, Bjarki. Það er útileikur á móti ÍR. Nei, við hefum næst leik hérna í Lengjubikar kvenna fyrir ekki. Já. Það er á móti FH. Það er þannig. Já, það eru hérna á föstudeginum 14. febrúar á Valentínusardaginn. Já. Svo þann 15. mætum við upp í Egilshöll aftur. En á milli ætlum við að kíkja til Grikklands. Já. Og til Reyðarfjarðar á laugardaginn. Ætlum að reyna að vera í beinni útsendingu þaðan. Já. Og hérna bara þökkum kærlega fyrir okkur í dag og bara takk fyrir samveruna og afsökum snjóinn. Já. En þökkum fyrir okkur. Má ekki enda þessu. Ég held að það sé engin spurning.